strawberry. Stóra? Nei, 2. 2 litla strawberry. Já. Já, herðu. Ok, klukkan núna að detta í 7 og ég hef ekkert verið að taka upp í dag. Ég búinn að vera pínlítið slappur, strákurinn minn búinn að vera feskur en við ákvaðum bara að vera heima og hafa kósí út af hann búinn að vera veikur svo lengi. Þannig að við ákvaðum að vera bara skynsamir og vera bara heima og hafa kósí. Það sem við erum að fara að gera á eftir, skrappið það inn í lokal, var að fá mér eitthvað að borða, handa mér og Anítu og ég ætla að fara að taka mælingar. Ég ætla að taka mælingar á mér, sem sagt núna og sjá hvað ég hvort ég sé búinn að gerast eitthvað, bæta einhverjum vöðva eða eitthvað. Þannig að við ætlum að tjekka á því núna hvað að gerast en komum okkur heim, gerum það. Hæ, Baltasar! Ætlar þú að rétta mömmu? Láta mömmu fá? Ó, einn opnaðist. Baltasar. Það láta mömmu fá. Einn eiginlega hálf opinn. Rænja! Ok, þetta átti ekki að gerast. Baltasar. Rænja, fara. Nei, Rænja! Maður borðar þetta samt. Þó að þetta var á gólfi. Það var svo skemmtilegt. Þetta náttúrulega skál, en það munur öllu. Þetta ekki fallegra, miklu fallegra að borða þetta í skál. Sjáðu. Lúka miklu meira svona holt og yummy. Hörru, það klára að borða matinn minn. Svo tökum við mælingar og sjáum hver staðan á mér eru eftir. Það gerist akkurat núna. Herru, nú komum við það. Ég ætla að henda mér á skallann og mæla mig og ef fólk spyr hvernig ætlar að mæla þig og hvernig fara allar þessar upplýsingar. Ég nota þetta hérna. Þetta hérna apparat. Þetta sýnir bæði vöðvamassa, vökva, innrifitu, beinmassa og alls konar svona drast. Einhverjum svona upplýsingar sem rosa gott að hafa. Ég ætla að drífa með þessu og svo gef ég þér upplýsingar eftir örstutta stund. Þá lítur þetta svona út. Fyrst þegar ég byrjaði, þá var ég 93,1 kg, núna er ég 95,6. Fituprósentan fer úr 29 í 27,8. Vöðvamassi var 62,8, er 65,4 og innrifita fer úr 11 og er núna 10. Þetta eru svona tölur sem ég finnst skipta mestu máli. Og þetta allavega skref í rétta átt. Svo í næstu viku, núna á mánudaginn, þá held ég bara áfram. Tek bara aðeins stífari æfingar, passa mataræðið aðeins betur. En svona lítur þetta út. Ég veit ekki, hvort að við gerum eitthvað meira í dag. Kemur ljós. Já, þá er ég og Rúnja, við erum farin í göngutúr. Ég er búinn að stilla þannig að ég er með eins bjart ljósopið og hægt er í þessari myndavél, þannig að ef það er smá dökkt eða dimmt þá bara biðst ég afsökunar á því. Það er rosa margir sem eru búin að subscriba sem eru nýir og gæti alveg verið að sé líka fullt af fólki sem veit ekkert hver ég er. Þannig að ég ætla svona smá að tala við ykkur og sýna ykkur hver ég er. Ég er Hafþrúður, blurry. Já, ég er Hafþrúður
ólst upp hérna í Fjólugömmunum og hef alltaf átt heim í Hafnarfirði. Ég flutti í hálft ár til Reykjavíkur, tók eftir því að ég fílaði það ekki neitt. Pabbi byggði hús hérna í Fjólugömmunum og já, ég hef alltaf átt heima þar. Já, ég ætla að hafa þetta rosa stutt allavega með mömmu mína. Árið 2006, febrúar 2006. Þetta. Já, febrúar 2006 fellur móðir mín frá og svona tapaði þessum skemmtilega bardaga gegn krabbameini. Mér fannst þetta mjög erfiður tími, mér fannst þetta ömurlegt, mér fannst þetta ósanngjarnt. Með fjölskyldunum minni fannst þetta drullu ósanngjarnt. Mér fannst svona erfiðast var að ég gat auðvitað ekki hvatt mömmu almennilega. Nú lifir maður bara, reynir maður að lifa lífinu, passa að strákarnir mínir, strákarnir mínir hérna, að þeir fá að vita eins mikið mig og mömmu sína eins og þeir geta. Það eiginlega tilgangurinn minn að vídeoblogga og taka upp á hverjum einasta degi. Það það að ég á nánast enga myndir, ég á ekkert vídeo af móður minni. Eina sem ég get fengið að heyra rödd mömmu minnar þegar pabbi er með slökkt á símanum sínum og ég fæ að heyra símsvarann. Það svona eina sem ég fæ að heyra röddina af mömmu minni. En ég er að koma hérna að Öldutúnsskóla, það grunnskólinn sem ég var í. Töff. Þarna skólinn sem ég var í. Við skemmtilegar minningar þar. Ég var þessi feiti litli dvergur sem allir voru að leika í einelti, stríða og lemja. Það bara, það þarf alltaf einhver að vera í því hlutverki að vera fórnarlambið. Ég vona bara að ef þú ert að horfa einn af þessum ég held að segja drullusokkum sem voru þarna. Vonandi að þér leiði allavega vel að vera svona skemmtilegu um mig. En allavega ég vill frekar ef ég hugsa það núna. Þá vill ég frekar að það hafi verið ég sem lenti í böggi en ekki einhverja aðri sem hefði kannski verið með veikari sálu en ég. Svo var ég hérna í Flensborgarskóla. Nú ég komið þangað. En þá var ekki þessi nýja bygging komin og labbaði maður minni mig bara þarna inn. Og já, ég held að ég hafi verið eina og hálfa önn þarna að læra eitthvað. Ég man ekki einu sinni hvað ég var að læra í þessu skóla. Hafnarfjarðarkirkja, það kirkja mín. Ekki það, ég ekkert enginn bilagslega trúaður. En þessi fallega bygging hérna, þetta já, fyrirgefðu þetta út, hundurinn var að hlaupa eitthvað. En já, þetta sem kirkja mín og Baltasar Levi, hann var skírður í þessari kirkju. Og nýja barnið mitt sem ekki komið með nafn, hann verður skírður núna 13. á skýrdegi, 13. einmitt í þessari hérna kirkju. Jöp, það var svona að segja ykkur frá þessu. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég er komin eiginlega bara nánast í heimtíminn, ég er hérna við höfnina, þannig ég ætla bara að enda þetta í dag. Bara takka þesslega fyrir áhorfið, myndir þú frábært, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.